Við erum að tala hvað bænahús. Við erum að tala bænahús. Dísa myndi mig á að það væri pálmasunnudagur og það þýddi það að ég ætti að tala pálmasunnudag og pálmagreinar og Jesú að koma inn í Jerúsalem. En ég að tala Jesú með kaðal og svipu að reka fólk út úr kirkjunni. Og ég sagði það daginn. Hvað haldið það væri sagt ef að presturinn byrjaði nú að reka fólkið út úr kirkjunni sem kæmi inn? En það var nákvæmlega þetta sem Jesús gerði. Hann fór inn í helgidóminn og hann rak fólkið út, ekki þá sem voru að biðja, heldur þá sem voru að kaupa og selja. Og hann sagði að mitt hús, og við skulum fletta upp í Markúsar Guðspjalli, 11. kafla, hann sagði mitt hús á að vera bænahús fyrir allar þjóðir. Markús 11, og við skulum lesa frá versi 15. Þeir komu til Jerúsalem og hann gekk inn í helgidóminn og tók að reka út þá sem voru að selja þar og kaupa. Og hratt borðum víxlarana, stólum dúfnasalana og engum leyfði hann að bera neitt helgidóminn. Hann kendi þeim og sagði, ekki ritað, hús mitt á að vera bænahús fyrir alla þjóðir, en þér hafi gjört það að ræningjabæli. Og síðan kemur æðstu prestarnir og fræðimennirnir, heyrðu þetta, leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann að dögum. Hérna predikari sem að aðri predikarar vilja bara drepa. Það ekki skrítið? Hugsið ykkur. Að þetta maður sem að tala Guðs orð, svo koma hinir mennirnir sem eru lærðir í Guðs orði og þeir eru bara pælið í hvernig þeir geti drepið þennan mann sem að predika orðið sem að þeir telja sig vera að fylgja. Þeim stóð ótti af honum því allur lýðurinn hreyfst mjög af kenningu hans. Og hérna sjáðu hvað öfundin getur gert. En þegar leið að kvöldi fóru þeir úr borginni. En mig langar aðeins að bara dvelja við þetta bænahús. Við töluðum það daginn. Hann hratt borðum víxlarana og hann rak þá út sem voru að kaupa og selja. Og ég sagði ykkur það að það voru seldar skepnur fyrir þá sem voru að koma og færa drottni fórn. Svo voru líka víxlarar sem voru að skipta mynt yfir í musterismynt úr annari mynt. Og svo eitt hérna vers í viðbót sem vakti athygli mína. Þetta bara í Markús. Þessi saga sögð í Matteus, Markús, Lúkas og Jóhannes. Og við töluðum síðast vandlætið sem talað í Jóhannesar Guðspjalli. En hér var ein setning sem vakti athygli mína og það engum leyfði hann að bera neitt helgidóminn. Það virðist vera, ég fletti þessu upp, að þeir voru að stytta sér leið í gegnum helgidóminn svona með alls konar vörur. Og það var eins og ef einhver þyrfti að ganga hérna í gegn, að því að væri styttra að komast hérna yfir í næsta hús, þá kæmi hann bara hérna í gegn í miðri samkomu og væri að bera draslið sitt. Og Jesús, hann bara stoppaði þetta eins og allt hitt sem var að gerast. Og þetta talaði svolítið til mín líka að hann leyfði engum að gera neitt annað í helgidómunum heldur en átti að gera. Og þá kom spurningin upp í huga minn, til hvers komum við í helgidómin? Erum við að koma bara svona til þess að labba og athuga kannski hvort við getum selt prjónadótið okkar eða eitthvað annað sem við viljum gera? Eða erum við að koma virkilega til að leita Guðs, til þess að biðja saman, til þess að mæta Guði? Þannig að hús mitt á að vera bænahús. Og við vorum að tala daginn að faðirinn, hann leitar slíkra tilbiðjanda sem tilbiðja hann í anda og í sannleika. Og þegar þú tilbiður í anda og sannleika, að þá ertu að tilbiðja í trú. Þú ert í andanum, ert í öðrum heimi. Það sagt á sumum stöðum, ég var hrifinn í anda
Og á einum stað segir Páll og Pétur líka að ég var frá mér numinn. Og sem sagt að hann var í öðrum heimi og þessi heimur sem að mér langar kannski til að kalla bara heim trúarinnar, að það sá heimur sem Guð vill að við tilbiðjum hann í. Og þessi heimur, þegar við komum inn í þennan heim, að Jesús hann sagði við lærisveina sína í Markús 11, hann sagði trúið á Guð, trúið á Guð, trúið á Guð, ok? Horfiði á Guð, við getum orðað þannig. Og málið að þegar að, og þetta í sambandi, ef við höldum áfram, hann segir trúið á Guð, hver sem segir fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið, og ef ekki hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Sjá til, þegar að fjallið þarna, að okkar mannlegu viðbrögð eru alltaf að horfa bara á fjallið. Við hættum að horfa á Guð, við hættum, sem þýðir að við hættum að trúa á Guð, núna horfum við bara á fjallið og við trúum á fjallið. Og hvað fjallið? Fjallið eru allir erfiðleikarnir, fjallið eru allar hindranirnar í okkar lífi, fjallið stendur fyrir það sem þú getur ekki gert. Fjallið stendur fyrir í raun og veru þar sem óvinurinn vill koma með inn í líf þitt og hindra þig. Og vandinn sá að í kristnu göngunni að þá þegar fjallið kemur, einn segir, ég get ekki fengið vinnu. Einn segir, ég get ekki eignast hús. Einn segir, ég get ekki eignast konu. Einn segir, ég get ekki borga skuldin mínar. Og allt í henni þetta orðið fjall, engin Guð. Og þá segir Jesús, trúið á Guð, farðu í bænahúsið, horfðu á Guð, þangað til að þú fjallið þitt hverfur og þú sér bara Guð. Amen. Það sem hann að segja, farðu í bænahúsið, þangað til fjallið hverfur og þú sérð ekkert nema Guð. Trúið á Guð. Hús mitt á að vera bænahús og þar lærið þú að trúa á Guð, þar hittirðu Guð og þar sérðu Guð. Og einhver segir, þarf ég þá endilega að koma inn í kirkju til þess að sjá Guð? Nei, hús þitt líka bænahús. Líkaminn þinn musteri heilags anda. Þú getur farið inn í herbergið þitt, lokað að þið dyrunum og þú getur verið þar þangað til að þú sérð ekkert nema Guð. Fjallið horfið og það bara Guð sem ræður. Amen. Þannig að þegar við biðjum, sumir segja, það þýðir ekkert að biðja, ég búinn að biðja svo oft. Jakob segir, ef þú ætlar að fara að biðja, þá skaltu biðja í trú. Og trúin þýðir það að þú ferð, sem sagt færir þig, ef að fjallið þitt hérna, að þá færir þig og færir þig og færir þig þangað til að þú sérð Guð hinum megin við fjallið. Þú færir þig set í trúnni þangað til að þú sérð Guð. Jakob segir að ef þú ætlar að biðja, Jakobsbréfið 1:6, að þá átt að biðja í trú. Hebreabréfið sem við lögðum upp inn í þetta ár segir að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni. Flestallir trúa að Guð sé til, en menn segja, já, hann heyrir hann hlustar á hana, en af hverju ætti hann að hlusta á mig? Og fyrir það fyrsta, kannski hlustar hann á mig, en af því að ég búinn að hegða mig svo illa í síðustu viku, þá bænheyrir hann mig örugglega ekki. Þetta ekki trú, þetta fjallið þitt. Þetta hluti af fjallinu. Þetta hugsanafjallið þitt. Þetta hugurinn þinn sem hefur myndað fjall til þess að slökkva á anda trúarinnar. Guð leitar þeirra sem tilbiðja hann í anda trúarinnar og í sannleika. Þannig að Guð vill fá fólk sem biður til hans í trú. Amen. Þú vilt að börnin þín viti hvað þau vilji.
Og þegar við sjáum að börnin okkar vita hvað þau vilja, að þá mjög erfitt fyrir okkur að halda aftur af okkur. Við þráum að hjálpa þeim, þráum að vera með þeim, en þegar börnin okkar eru svona, ég veit það ekki, hvernig getum við hjálpað þeim? En sá sem kemur í trú og segir, Drottinn, ég vil fá þetta, þakka þér fyrir nýju vinnuna mína, þakka þér fyrir nýja bílinn minn, þakka þér líka fyrir það að þú gefur mér sálir til að vitna fyrir í dag, sem er meira virði heldur en það sem ég þarf. Þakka þér fyrir að þú leiðir mig til einhver sem er í þörf fyrir þitt ríki, að þá svarar hann. Þannig að þegar við biðjum, þá erum við að biðja til þess að fá svar. Og það var einu sinni setning hérna, svona slógan sem við hengdum upp hérna á húsið þarna þegar við vorum á útisamkomur, allt breytist við bæn. Guð er bara einni bæn í burtu. Allt breytist við bæn. Og bara ef einhverjum líður illa, þá biðji hann. Ef einhverjum líður illa, þá biðji hann. Þá breytist líðaninn. Það þarf ekki að taka pillu, bara biðja. Amen. Biblían segir að orð Guðs er meðal. Ef þú þarft að hugsa þér að það sé pilla, segðu þá Drottinn, nú tek ég bara pilluna mína og lestu orðkviðina 4, 20, 22. Orð Guðs eru líf þeirra, er öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Amen. Það er pillan fyrir daginn. Halleluja. Þannig að þetta breytist við bæn, fjallið hverfur og lestu svo hérna með mér í Jóhannes, þar sem hann segir í versi 23 og 4, á þeim degi 16, það er reynda 24. versið. 24. versið, það er nóg. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni, biðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Biðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Biðið og þér munu öðlast, svo þið getið haldið áfram að vera í fílu, nei. Biðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Amen. Ef ég bið einhvern að gefa mér eitthvað, þá verð ég ekki glaður fyrir en ég fæ hlutinn. Ef ég bið konuna mína að hella upp á könnuna, að þá er fögnuður minn ekki fullkomin fyrir en kaffið er komið. Halleluja. Amen. Ég verð ekkert glaður ef hún segir nei. Þetta er lélegt dæmi. Ég helli oftast upp á sjálfur. En hérna, þetta segir okkur það að við erum að biðja til þess að fá svar. Við biðjum til þess að fá svar. Ég sagði frá því hérna við vorum á Lindinni núna í vikunni og þá sagði ég frá 3 bænasvörum í mínu lífi. Ég fekk vinnu, þá var búið að segja upp 400 manns á staðnum þar sem ég fekk vinnu. Ég sagði við Dísu svona í gríni og þetta var flugleiðir, þeir voru búin að segja upp 400 manns. Árið 1980 sögðu flugleiðir upp 400 manns. Ég hætti á sjónum, segi við Dísu, ég hugsi fái bara vinnu hjá flugleiðum. Ég látti ekki eins og asni, sagði hann. Ég meina það er hægt að hafa trú en þú ætti ekki að láta eins og asni. En vitið þið hvað? Á hverjum degi kom ég hérna í kirkjuna. Ég fekk lykil, ég var ekki forstöðumaður þá. Fekk lykil hjá forstöðumannum, kom hérna að biðja. Hverjum degi þakkaði ég Guði fyrir það að hann hefði gefið mér vinnu. Og ég gerði þetta í svona mánuð. Ég man ekki alveg hvað það var langt, en ég held að það hafi verið mánuður. Þakkaði Guði fyrir að hann hefði gefið mér vinnu. Ég þakkaði Guði fyrir að hann hefði gefið mér vinnu. Einn daginn, þá hringir Dísa frá vinnunni og segir, heldur að þú myndir vilja vinna á vegstæðinu hjá flugleiðum, þó það væri bara í 3 mánuði?
og vinkona hennar hafði spurt hana. Af hverju? Að því ég var að biðja. Var það bara tilviljun? Nei. Ég var ekki búin að tala við þessa vinkonu, ég var ekki búin að sækja um. Ég sótti aldrei um. Ég talaði bara við Guð. Ég bara horfði á Guð. Það var engin vinna, ég bara horfði á Guð. Og Guð gaf mér vinnu. Guð gaf mér vinnu. Þó að 400 manns væri sagt upp, þá gaf Guð mér vinnu. Ég trúði bara á Guð. Ég horfði bara á Guð, ég horfði ekki á fjallið, ég horfði bara á Guð. Bara á Guð. Amen. Þannig að ef við sem sagt viljum biðja í trú, þá heyrir Guð. Og þegar við biðjum og fáum svar, þá verður fögnuður okkar fullkominn. Amen. Og þess vegna biðjum við. Þess vegna biðjum við til að fá svar. Og það er eitthvað, þegar eitthvað tekur hug þinn allan, ég skrifaði þessa setningu niður úr bók, þá fæði það af sér skapandi kraft. Þegar eitthvað tekur hug þinn allan, ef eitthvað tekur hug þinn allan, þá fæði það af sér skapandi kraft. When something really possesses your soul, it becomes a creative power. Creative power. Og ég man á þessum dögum, þegar ég var að biðja, að þá horfði ég bara á þetta vers, trúið á Guð, trúið á Guð. Ég horfði bara á Guð. Ég horfði bara á Guð. Og ég man að ég sagði þeim frá því á lindinni, að ég var svo vitlaus í trúnni á Guð, eins og einhver sagði, it doesn't make sense. It doesn't make sense, but it makes faith. It doesn't make sense, but it makes faith. Hvað þýðir það? Hvað þýðir það? Að almenn skynsemi segir þetta er ekki rökrétt, en trúin segir þetta er mögulegt. Trúin segir þetta er mögulegt. Ég sagði frá því á lindinni, ég var svo vitlaus í trúnni. Kona mín verður þreytt á að túlka mig. Að mér fannst við ekki þurfa að eitra garðinn okkar. Ég meina, af hverju að vera að eitra? Ég gat bara beðið Guð að drepa maðkinn. Til hvers þurfum við eitur? Ég bað Guð að drepa maðkinn. Amen. Og það gekk vel til að byrja með. Þangað til einhver kvikindi sem að Guð hafði skapað, laumuðu sér inn á blöðin. En svona bara trúði ég í einfaldleika að það væri bara allt mögulegt fyrir Guð. Amen. Og það er lítil saga sem ég langar að segja ykkur af konu sem að ég las þetta líka í bók, að það var kona sem vitnar, hún var að verða blind, það var engin lausn, engin lækning. Svo er það einhver sem segir henni að kannski smá möguleiki að fá sjónina aftur ef þú biður til Guðs. Og henni var ekki kennt vel lækningu eða neitt svona. Það bara svona, eins og við segjum, hint. Kannski séns að Guð gæti læknað þig. Þessi kona, þetta greip huga hennar allan, eins og ég sagði, að þetta varð eins og, hún var bara full af þessu að Guð gæti læknað hana.
Og hvað gerði hún? Hún segir, ég byrjaði að biðja 2,5 tíma á hverjum degi. 2,5 tíma á hverjum degi. Og hún tjáði Guði þá þrá sína að fá aftur sjónina. Og hún bað ekki bara með orðum, heldur kallaði hún á kraft Guðs til þess að skapa nýja sjón. Það sem að snerti mig mest þegar ég las þetta, og hlustaðu vel, 4 árum seinna, sjón mín hefur aldrei verið betri, segir hún. 4 árum seinna. Hún baði í 4 ár, 2,5 tíma á dag, blind. Hvað hefðu margir verið búin að afskrifa? Hvað hefðu margir bara haldið áfram að horfa á fjallið og segja þetta er bara lögmálið lífsins, læknarnir get ekki hjálpa mér, af hverju ætti Guð að hjálpa mér? Fjallið mitt, vertu bara þarna, fjallið mitt. Ég horfi bara á þig. Nei, þessi kona, hún neitaði að horfa á fjallið. Á hverjum degi þá horfði hún á Guð í 2,5 tíma, 4 árum síðar er hún algjörlega læknuð. Vá. Mér finnst asnalegt að segja vá, en ég sagði það samt. Hvað erum við tilbúin að horfa á Guð lengi? Og hús mitt á að vera bænahús. Það var annað dæmi í þessari bók sem ég var að lesa. Þar kemur kona sem hafði ekki fengið lækningu. Hún kemur á þennan stað og henni er sagt, nú kemur þú upp í, þetta var svona kirkja með lækningaherbergi, nú kemur þú upp í lækningaherbergið á hverjum degi þangað til þú verður heilbrigð. Hún hringir og þetta var fyrsta stefnumótið við predikarann. Hún hringir morguninn eftir og segir, ég er farin heim. Ég kem ekki upp í lækningaherbergið. Jæja, sagði predikarinn, svo þú ert ein af þeim sem bara gefst upp strax og ætlar ekki að leyfa Guði að gera neitt fyrir þig. Hún sagði, ástæðan fyrir að ég kem ekki er að ég er læknuð. Hún læknaði strax. Hún læknaði strax. Þannig að þegar ég var að hugsa bænahús, við biðjum fyrir fólki, sumir lækna samstundis, en ef þeir ekki lækna samstundis, þá viljum við minnast þess að orð Guðs er hamar. Jeremía 23, 29. Er ekki orð mitt eins og eldur, segir Drottinn, eins og hamar sem sundurmolar klettana. Er ekki orð mitt eins og eldur, segir Drottinn, eins og hamar sem sundurmolar klettana. Amen. Ok. Bænahús. Það er eins og smiðja. Þú heyrir hamarsögg. Þegar þú gengur fram hjá smiðju, þá heyrirðu að það er verið að vinna. Það eru hamarsögg. Þú heyrir í slípirokk. Þú heyrir í lokksuðu, rafsuðu. Þú heyrir alls konar hljóð. Þú gengur fram hjá bænahúsi og þá heyrir alls konar tungumál. Þú heyrir alls konar hljóð. Það er verið að berjast í hinum andlega heimi, í anda og sannleika. Og það sem ekki lætur undan við fyrstu bæn, þá tökum við hamarinn og byrjum að hamra það. Og þetta er eitthvað sem við höfum gleymt sem kirkja. Að við svo oft, ef það gerist ekki við fyrstu bæn, þá byrjum við að horfa á fjallið. Nei, horfið á Guð, sagði Jesús. Ekki horfa á fjallið, talaðu við fjallið og byrjaðu að hamra á fjallinu. Þá tekur hamarinn sem er Guðs orð og segir,
þú lyftiður upp, steyptiður í hafið og ef það gerist ekki strax, þá heldur þú áfram að segja það, þú hamrar og kannski byrja bara að brotna úr fjallinu og svo brotna meira úr fjallinu, svo brotna meira úr fjallinu og einn dag er fjallið farið. Þó það sé 4 árum seinna að þá er fjallið farið. Það sem ekki gefur eftir strax, þú heldur áfram að trúa, þú heldur áfram að biðja, svo að fögnuður þinn verði fullkominn. Við viljum ekki hafa fögnuð óvinarins fullkominn. Við viljum hafa okkar fögnuð fullkominn. Amen. Þannig að hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir. Og ég ætla að enda hérna með og minna okkur á að Jesús Kristur bað, við biðjum Krists í stað. Munið eftir því? Við biðjum Krists í stað og það er vers hérna í Jesaja sem að ég ætla að lesa fyrir ykkur. Og það var lifandi fyrir mig þegar ég var að biðja hérna einn daginn að þá bara kom þetta vers upp af síðunni og inn í anda minn. Jesaja 61, vers 1. Andi drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Andi drottins, og þetta er spádómsorð. Jesús tók þetta orð frá Jesaja í Lúkas 4, þegar hann var, hvar var hann? Í Nasaret og hann var einhvers staðar úti. Býtu við. Hann var í samkundinni. Ok? Hann tekur þetta orð. Ef hann tók það, þá get ég og þú tekið það líka aftur. Og hann sagði, andi drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja nauðstöddum gleðilegan boðskap, til að græða þá sem hafa sundumar í hjarta, boða herteknum frelsi, fjötruðum lausn, boða náðar á drottins, hefndadag Guðsvors, hugga alla hrelda, til að láta hinum hreldu í Síón í té, gefa þeim höfuðjárn í stað ösku, fagnaðar olíu í stað hryggðar, skarpklæði í stað hugar víls. Sem sagt, hann kom með gleðifréttir. Hann kom til að græða. Hann kom til að boða herteknum frelsi, fjötruðum lausn. Og það er þjónusta bænahússins. Að koma með gleðifréttir, að hamra á fjallinu jafnvel fyrir annað fólk. Þegar einhver kemur og segir, Kristinn, ég get ekki komist yfir þetta. Þetta hefur aldrei gengið og ég bara get ekki. Þá get ég sagt, ég skal skipa mér í skarði fyrir þig. Ég skal standa milli Guðs og þín og ég skal taka hamarinn minn og ég skal byrja að berja á fjallinu þínu fyrir þig og með þér. Það er þjónusta bænahússins. Við byrjum að hjálpa hvert öðru. Oft á tíðum þá er fjallið svo stórt og það er svo yfirþyrmandi og það hefur verið þar svo lengi að fólk bara, þú þarft hreinlega að taka fólk og setja það upp á, hvað ég segja, asna eða hest og hreinlega fara með það hringinn í kringum fjallið þangað til það sér Guð. Þannig að bænahúsið, það er til að gefa herteknum frelsi, það er til að gefa bandingjum lausn. Það gerðist árið 1900, það var maður sem hafði verið að biðja. Og hann sá í sín hús. Og síðan er það að hann fer, Guð leiddi hann á ákveðin stað í Kansas, mér minnir að hafa verið Topeka, og hann er að ganga eftir götu þar og hann segir, allt í einu sér hann hús og hann segir, þetta er húsið. Hann tekur ekki eftir manni sem er þarna fyrir utan og maðurinn segir, hvað áttu við, þetta er húsið? Jú, þetta er húsið sem Guð sagði mér frá, að ég ætti að finna þetta hús og þar ættum við að biðja fyrir því að skírn heilags anda kæmi.
Og maðurinn segir við hann, já, ég á þetta hús. Hvað viltu fá fyrir það, segir hinn. Hann segir við hann, þú mátt bara fá það endurgjaldslaust. Daginn eftir, þá kemur eldri kona frá annarri borg og hún hafði líka verið að biðja. Hún segir nákvæmlega það sama. Þetta er húsið. En það er eins og að búi enginn þar. Hún bankar samt á dyrnar, eftir hik, feimin, óframfarin. Og þessi maður kemur til dyra sem hafði eignast húsið og hann segir, hvað vilt þú? Hún segir, þetta er húsið sem að Guð sýndi mér. Og hverju varst að biðja fyrir, sagði hann. Ég var að biðja fyrir skírn Heilags Anda. Að Guð myndi mæta. Og svona gekk það voru 18 manns sem að Guð sendi þarna, sem að síðan byrjuðu að biðja saman. Og síðan það var í ákveðnum mánuði árið 1900 að Guð úthelti sínum anda yfir þessum stað. Og það var gegnumbrot sem síðan flæddi út allan heim. Við höfum heyrt talað Assúsa, ég hafði ekki heyrt talað þennan stað áður, en þetta var yfirnáttúruleg í raun og veru bygging á bænahúsi. Og ég trúi að Guð, hann er hinn sami. Og Guð vill úthella anda sínum áður en að Jesús kemur og hann er byrjaður á því á mörgum stöðum í heiminum. En við þurfum að biðja og brjótast í gegn fyrir Ísland, fyrir landið okkar. Við viljum vera varmenn fyrir landið okkar. Við viljum segja veldisbroti Guðleysisins skal ekki hvíla yfir Íslandi. Andi Drottins skal koma. Guðs ríkið skal koma af því að við þráum það. Spurningin er, og ég verð að spyrja mig og þú verður að spyrja þig, á hvað er ég að horfa? Er sála mín svo upptekin af þessu að ég sé ekkert annað heldur en það að ég vil sjá Guð starfa, ég vil sjá vakninguna eins og konan, hún gat bara séð lækninguna, hún sá ekkert annað en að hún fengi sjónattur, hún var gagntekin að því og hún bað til Guðs. Eða er ég að horfa á eitthvað fjall? Er það áhyggjan fyrir lífinu? Er það hvernig get ég séð fyrir mér? Hvað gerist næst? Hvað er mest lifandi í hjartaðínu? Stundum þarf ég að fara á hnén og segja, Drottinn, umbreyttu mér. Ég vil hafa þig númer 1. Ég vil bara hugsa þig. Hjálpaðu mér að sála mín sé upptekin bara af þér. Og ég trúi því að það er eitthvað sem Guð, hann þráir. Við sungum, mig hungrar og mig þyrstir eftir þér. Hann leitar að fólki sem tilbyður í anda og sannleika. Hann leitar að fólki sem tilbyður í anda og sannleika. Andinn er reiðubúinn, holdið er veikt, segir á einhvern stað. Við þekkjum það öll, innst inn í hjörtum okkar viljum við öll fylgja Guði. En stundum er sálin að þvælast fyrir okkur. Og þá þurfum við að segja, lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér er. Við þurfum að hertaka hugsanir til hlýðni við Drottinn vegna þess að hann er góður og miskunn hans varir að eilífu. Hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir og við sem sagt komum í bænahúsið til að setja fangana frjálsa og síðan er farið út frá bænahúsinu. Og ég trúi því að það verði aftur trúboðsvakning. Út frá bænavakningu kemur trúboðsvakning. Amen. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir það. Þú snertir við okkur, Drottinn, og ég bara bið þig í Jesú nafni að reisa upp þitt bænahús á Íslandi í öllum kirkjum. Drottinn, ekki bara í þessari kirkju og ekki bara, Drottinn, þar eða hér, heldur Drottinn, ég bið þig að allar kirkjur þínar á Íslandi megi vera bænahús, ó Guð. Og Drottinn, við bara gefum þínu nafni dýrðina, alla dýrð í Jesú nafni. Við biðjum fyrir þjóðin okkar, við biðjum fyrir ráðamönnum okkar og Faðir, ég biðjum fyrir ráðamönnum þjóðana einnig, Faðir Guð,
að þeir megi Drottinn hafa sjálfstjórn, að þeir megi Drottinn virkilega vera eins og vatnslækir í hendi þinni nú á þessum dögum. Faðir, og ég bið að reisa upp fólk sem biður fyrir ráðamönnum þjóðanna stöðulega. Ég bið fyrir Benjamin Netanyahu, ég bið fyrir Trump, ég bið fyrir Putin, ég bið fyrir Erdogan, Faðir Guð, í Jesú nafni, ó Guð, og ég bið fyrir öðrum forsetum sem ég þekki ekki með nafni. Ég bara bið fyrir þessum mönnum að það megi vera friður í heiminum í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja.